Komið sæl, ég heiti Daniel og ég hef verið að kenna hérna við HR í allan okkur tíma síðan 2000 og það var þetta mjög snemma að koma upp þessi óskum það að við myndum að fara að taka upp fyrirlestra og þannig að ég byrjaði á því mjög snemma og það hefur eiginlega ekkert verið hægt að snúa tilbaka eftir það, þannig að síðan að ég byrjaði að kenna þetta þá hef ég tekið upp alla mína fyrirlestra með öllum þeim aulabröndurum og vitleysum sem ég hef sagt, þannig að það er hægt að nálgast allt saman ef menn vilja. Og ég ætla að tala aðeins mína reynslu af þessu og þetta verður svolítið svona metafyrirlestur af því ég er að taka upp fyrirlestur, það sem ég er að fjalla að taka upp fyrirlestur og svo hann er enda bæði tekinn upp hérna á vídeókameru sem að ég er ekki verið að nota en það er kannski meira mál að þurfa alltaf að stilla upp vídeókameru. Þannig að ég ætla að tala aðeins hvernig við förum að því að taka upp fyrirlestra þannig að upptakan er að taka upp það sem er að gerast á skjánum sem er það sem ég hef verið að nota. Og ég ætla að tala aðeins kosti og galla við þetta og svona ýmis ráð varðandi útfærsluna á þessu og svona setja hverju. Og svo í lokin, svona ef tíminn gefst til, þá mun ég tala þá notkun á Facebook í kennslu sem er kannski annað mál sem er svona mína reynslu af því. Fyrst einn spurning, hversu margir hafa tekið upp fyrirlestra? Það eru hérna einhverjir 5-6 í þessum hóp, en þau hinn ykkar, er þetta eitthvað sem þið myndu vilja að gera? Kannski hverjir hérna myndu hafa áhuga á því? Já, það er ná. Þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem allir hafðu gott af að gera og örugglega margir gætu auðvitað gert ef þið fengju bara hæfilega tilsögn eða leiðsögn í því að taka upp fyrirlestra. Því að kostirnir eru margir. Í fyrsta lagi þetta að ok, það eru ekkert allir sem að ná að mæta í tímann vissulega eru sumir sem að mæta ekki að fyrir bara svo ekki allir og sofa yfir sig og svo framvegis en mér persónulega er eiginlega alveg sama það og fyrir mér þá eru miklu fleiri ástæður sem fólk getur haft fyrir því að mæta ekki sem eru fullkomlega löglegar og þá getur verið gott að geta horft á fyrirlesturinn eftir á. Annað er að oft eru nemendur sem mæta, þetta er eins og með hestinn sem maður dregur af vatninu og við getum ekki þvingað hann til þess að hlusta þannig að það er ekkert endilega alltaf æskilegt að krefjast þess að fólk sé að koma til manns, maður er ekkert það er mjög erfitt að tróða þekkingun ofan í fólk, þannig að það er miklu betra finnst mér að setja þekkinguna fram og gefa fólki færi á að nálgast hana en vera ekki með eitthvað ofbeldi í því sem sé. Nú þeir sem mæta eru kannski ekki endilega alltaf að fatta hlutina frá byrjun og vilja geta horft á fyrirlesturinn aftur. Sérstaklega ef við erum að eitthvað svona sýnikennslu, svona sem dæmi, eins og það sem ég hef verið að gera. Ég er að kenna forritun og þá er ég gjarnan í minni kennslu að forrita bara uppi á skjá og þá getur þau nota það að horta á það eftir á. Og það er alveg vel þekkt í hópi nemenda að það borgar sig oft fyrir þá að horfa á fyrirlestra eftir á hjá ákveðnum kennurum á ákveðnum hraða. Það er að segja að þessi kennari, hann talar hratt svo þá er best að hægja á hans fyrirlestra. Og þessi annar kennari, hann talar svo hægt að þá er hægt að spýta hann upp 1,5 eða eitthvað. Þetta eru bara svona fastar sem eru bara þekktir og nemendur vita það. Já, Jói, já það er 1,5 á hann. Og það getur hjálpað líka. Nú það er að sjálfsögðu líka galla og fyrsta lagi þetta, þegar maður er að taka upp fyrirlestur sem eins og sem ég er að taka upp það sem er að gerast á skjánum, þá get ég náttúrulega ekki notað töfluna. Og hann hef ég bara ekki notað síðan vorið 2000 minnum mig, mann ekki hvort það var 14. janúar eða eitthvað, eða svona það bíl. Enda hef ég ekki þurft þess, ég hef notað aðra fyrir sem ég sýnir bara eftir. Nú, svo er þetta að ef ég fæ spurningu sem maður skulle vona, og það kemur nú fyrir í tímum, og nemendur spyrja, þá er hljóðið það er að takast upp í gegnum þennan mikrofón hérna og það spurningarna kom ekki inn. Þannig að það er ákveðin ókostur líka. Og svo þetta er náttúrulega, ef maður gerir einhverja vitleysu, sem aldrei veit ég gera eitthvað vitleysu hérna á mér á eftir, þá fyrir að taka þetta upp og það er hægt að nota þetta gegn manni eða svo byrjuðu. Ef maður missir út úr sér einhverjar rasískar athugasemdir
sem hefur reyndar ekki gerst, taka það fram. Og svo þetta að það er miklar líkur á því að þetta mistekist. Vegna þess bara að þetta tækniumhverfi alltaf mjög brothætt. Ég til dæmis þessar upptöku núna, ég sýndist levelið sem að koma frá mikrofónunum vera full lágt. Ég nefndi ekki að fara vesenast í eitthvað núna, fyrst að það líka upptaka þarna í gangi. En það eru ágætlega líkur á því að þetta geti verið vandamál. Þannig að maður þarf að hafa gott support frá tæknideildinni, það alveg klart. En talandi af þessu græðina, ég hef reynt að stefna að því að vera eins svona low-tech eins og mögulegt er. HR reyndar nokkuð góður um þetta að í dag þá eru stofunar allar mjög vel búnar. Það að segja það tölva, það að í flestum stofum svona þráðlaus búnaður eins og ég með núna. Þannig að ég get verið að rölta hérna og án þess að ég sé eitthvað bundin vélinni fyrir hér. En í þeim tilfellum þar sem það ekki að ræða, þá get ég alveg náttúrulega sömu áhrifum með því að vera með einfalt headphone eins og hér með mikrofónu. Kosta ekki mikið og þannig að þetta er svona low-tech leið til þess að gera þetta. Gera það reyndar að verkum að maður svolítið bundinn við það að vera við tölvuna og getur kannski lítið verið að labba fram og tilbaka sem að sumum finnst vera betra. En það sem ég hef haft fyrir reglur þetta að ég hef reynt að stíla inn á það að þurfa sem minnst að græjur. Það í ákveðnum stofum hér í skólanum, það eru svona teiknigræjur þannig að ég get teiknað á skjáinn með penna sem fylgir með. En ég hef bara ekki vanið á það, því ég get ekki stólað á þessi í öllum stofum. Það sem hef ég reynt að venja mig á annað. Hugbúnaðurinn sem við höfum verið að nota heitir Camtasia og kemur frá fyrirtækinu TechSmith. Þetta er bara hugbúnað sem að skólinn kaupir. Það eru ákveðnar leiðbeiningar sem þarf að fara í gegnum til þess að stilla þetta rétt. Til þess að stærð á skrám verði ekki allt of mikið til dæmis. Og svona þannig að það þarf svolítið að sigla svona milli skers og báru til þess að það gangi eðlilega fyrir sig. En það eru síðan tilfyllt af öðrum hugbúnaði sjálfsögðu sem ýmis að þeim hugbúnaði open source eða ókeypis. En þetta er það sem við höfum verið að nota og hefur reynst mér ágætlega þannig að ég hef ekki síð ástæðu til að vera að kynna með það eitthvað sérstaklega hingað til að þána. Afsakið. En það var þetta með spurningarnar, þegar við fáum spurningu, þegar kennari fær spurningu ofan á sal, þá þarf náttúrulega að láta hann koma fram á upptökunni. Og á meðan við erum ekki með græjur sem þess eðlis að það sé verið að taka upp hljóðið í salnum líka, þá virkar það þannig að ég sem kennari þarf að endurtaka spurningu. Kortið er mjög gott. Og í fyrsta lagi vegna þess að spurningin kemur kannski af fremsta bekk og þeir sem eru aftast heyra ekki endilega spurninguna. Þannig að það að ég endurtakina er bara mjög gott fyrir þá að gera. Í öðru lagi þá hefur þetta með, þá ég þar með að ef ég endurorða spurninguna eða endurtekana, þá ég að leið að staðfesta að ég hafi skilið rétt það sem að nemendur spurðum sem að getur verið mjög gott. Og þetta er eitthvað sem að maður þarf bara að venja sig á að gera strax frá byrjun, bara ef maður fær spurningu að endurtaka hana þannig að hún komi fram á upptökuna. Því að annars þá virkar það þannig fyrir þann sem er að horfa á upptökunni síðan mér, það kemur einhver löng þögn og svo kemur kennarinn og já, það er rétt. Og það náttúrulega skilur það enginn þá náttúrulega hvað var að gerast. Hinn gallinn er þetta með töfluna. Og sú leið sem ég hef farið til að losna við að þurfa að vera að teikna á töfluna er að nota það bara forrit til þess að teikna eða skrifa. Og aftur er ég mjög hrifinn á þessari low-tech lausn að vera ekki að stóla á einhverja græju eða einhver flókin forrit sem þarf að setja upp. Þetta nota bara það sem er fyrir á tölvunni. Og það sem ég hef helst notað er þetta magnaða forrit Notepad sem að uppsett á öllum vélum. Þarna bara skrifa ég þann texta sem ég þarf að gera og kosturinn er sá að segjum að ég þurfa að skrifa einhverja nokkra línur og þær eru mjög svipaðar, það getur ég bara nota copy-paste eins og ég nota. Það sem þarf að passa sig á í þessu er að byrja því að stilla leturgerðina þannig að hún sé sýnileg öllum aftast. Það er einmitt mjög slæmt að vera með marga þumalpunkta þegar maður þarf að skrifa og það eru allir að fylgjast með menn og það er að taka upp.
En sem sagt þannig að þetta hefur mér þótt í raun vera besta tækið til þess að skrifa nótur og bara vannmetið að það er mjög margir kennarar sem eru bara að skrifa texta á töfluna og þá er þetta bara nóg. Að sjálfsögðu getur fólk nota hvaða editor sem er. Ég nota Notepad bara því að segja því að hann er uppsettur allir vélum. Ég þarf ekki að hafa áhyggjur af því. Nú ef við værum með Linux-vélar þá myndi ég bara nota þann texteditor sem fylgir þar með og ég hef ekki viljað nota Word vegna þess að sjaldnast þarf maður mikið að vera fikta í letrinu á textanum eða þess háttar. En í þeim tilfellum þá hef ég reyndar frekar viljað nota einfaldlega Google Docs. Hversu margir hérna hafa notað Google Docs að einhverju leyti? Já, ok, það þekkir það. Eða allan nota þetta. En þetta er það sem ég hef helst verið að nota. Nú, en svo er þetta að það er ekki alltaf bara texti sem maður er að nota. Stundum vill maður gera teikningar. Þá er það hitt hátækniforritið sem ég nota, sem er sem dæmis Paint. Og þetta er bara eitthvað sem að nemendur mínir þeir þekkja mig bara, ég er kennari sem að nota Notepad og Paint og þeir eru bara æðislega ánægðir með þetta. Þannig að ef þeir eru eitthvað hræddir að þetta þykja eitthvað púkó, það lagast, það er bara svona orðað þannig. Og hér þá getum við bara teiknað eins og gengur. Jú, maður þarf vissulega að vera þá svolítið færa á músina kannski, það er sko alveg viðurkenna það. En þetta er þannig að við erum ofta að vinna bara með einhver tákn eins og hringi og kassa og þess og þá kemur það bara beint og er í raun einfaldara að teikna svona heldur en að teikna það á töfluna. Nú pluss það að ég get þá, ef ég er að teikna saman hlutina aftur og aftur, þá bara Ctrl-C og Ctrl-V og endur teika hann eins og ofta við það. Nú það eru svona ýmis tricks sem ég veit hvort að þið kunni, eins og til dæmis að maður þarf að gera línu sem er lárétt eða lóðrétt, að þá þarf maður að halda niður Shift, og þá fer hún ekki upp eða niður og það er að nota það bæði fyrir lárétta og þetta held ég að nýja Ctrl svona og svo er ég bara að opna þess vegna annað instans af Paint til þess að fá nýja töflu og getur svo bara flakkað á milli. Nú vissulega er það þannig að fyrir kannski flóknar hluti eins og það að teikna kannski flóknar stærðfræðiformúlur þar sem maður er með alls konar svona litla núansa í kringum það sem maður er að skrifa. Jú, þetta getur verið svolítið læg. Þá getur verið gott að vera með einhvern sérhæfðari tól til þess sem að ég er vissum að þau eitthvað sem að þurfið að gera það. Þið getur notað það. En sem sagt að gera þetta þannig að það sést alltaf á skjánum. Mér finnst það að vera þess mikils virði að ég er alveg tilbúinn að sleppa töflunni til að þetta komi allt saman inn á skjánum. Og hérna hef ég verið að tala þá fyrirlestra almennt. Oftast eru þetta fyrirlestrar sem eru haldnir fyrir framan nemendur. En það er auðvitað engin skylda að það sé endilega þannig. Ég gæti verið bara að taka upp fyrirlestur heima hjá mér, bara á nærbúsunum, í eldhúsinu, hreinlega. Ég mæli kannski ekki með því, en það væri hægt. Og fyrir þau eitthvað sem eru kannski óviss á því að taka upp fyrirlestra, þá getur það verið ágætis byrjun að byrja bara á því, þannig að þá er maður ekki með nemendur ofan í sér á meðan. Nú, ókosturinn við það er að þá geta nemendur ekki spurt spurningu á meðan, en kosturinn við það, þá geta nemendur ekki spurt spurningu á meðan. Eins og þið þekkið að ég veit ekki hversu oft ég hef lent í því að spurningar sem ég fæ eru ekki endilega til þess fallnar að bæta gæði kennslunar. Þetta er nemandi sem langar að koma því á framfæri hvað hann sé æðislega klár eða bara athyglisjúkur eða eitthvað. Sem betur fyrir ekki mikið af þessu, en þetta gerist nógu oft til þess að maður þetta brýtur upp hrynjandan í kennslunni á köflum. Þannig að ég myndi alveg mæla með því við ykkur sem að eru að velta þessu fyrir ykkur að byrja á þessu að taka fyrstu heima hjá okkur og henda því síðan eða að gera þá fyrirlestra aðgengilega fyrir nemendur. Ég gerði smá könnun sem var mjög óformleg hjá nemendum mínum á síðasta ári þegar ég var að kenna áfanga sem að virkaði mér þannig. Ég tók alla fyrirlestra upp fyrir fram sett á netið og nemendur horfðu bara á það heima hjá sér. Svo hittust við einu sinni í viku til þess að ræða
eitt og annað. Og svo spurði ég, hvort viljið þið fyrir næsta áfanga sem ég kenndi, sem þá í gangi núna. Viljið halda þessu fyrirkomulagi, viljið þið fara tilbaka yfir í að ég sé með fyrirlestra og sem þið mætið. Og af þessum 49 sem svöruðu, þá voru 25 sem sagði, jú, við viljum hafa fyrirlestur, við viljum geta komið á staðinn og mætt. Það vissulega betra að hafa það fyrir fólk, það betra að hafa þetta, hvað að segja, hafa þennan aga sem fylgir því að þurfa að mæta á staðinn og fylgjast með, en sömuleiðis líka hafa þennan sveigjanleika að geta síðan horft á fyrirlesturinn aftur eftir á eða ef maður kemst ekki. Og svo þetta með að taka fyrirlesturinn og gera hann aðgengilegan, að þá við höfum náttúrulega sett fyrirlesturina bara á AVI-formi yfir á MySchool kerfið okkar og það allir með sambærileg kerfi hjá sér, ekki satt. Önnur leið svo að nota bara YouTube og þá þarf maður náttúrulega bara Google-reikning og gallinn við það að setja inn á YouTube kannski að þá mega upptökurnar ekki vera stærri heldur en 10 mínútur að lengd held ég að segja. En nema maður byrji sérstaklega það hjá Google að fá að setja inn stærri upptökur. Og það ekki stórmál og það þarf ekkert svakalega mikið í kringum það. Hversu margir þekkja síðuna khanacademy.org? Ég mæli með því að þið hinn ykkar kíkið endilega á það því að það síða sem gengur einfallega út af þetta. Það eru vídeóupptökur af alls konar efni sem held í meira grunnskóla og fyrst og fremst stærðfræðikennslu. Og hún gengur út á þetta að kennarar taka upp fyrirlestra mjög gjarnan bara fyrirfram og setja síðan á netið og þeirra tími fer þá meira því að það aðstoða nemendur í skólastofum. Spurningar í lokin? Einhverjar? Fjössið, þá hættir. Aðeins Facebook, á henni hætti. Já, ef við tala örstuð, ef það leik. Já, við sáum meðan hjá koninni. Já, það sem ég hef notað Facebook fyrir fyrst og fremst bara það að búa til hópa. Skulum aðtöða hvort það Þannig að núna fyrir síðustu kannski 3-4 annir þá hef ég alltaf búið til hóp fyrir áfangar minn og það einfallega þannig að ég hef farið í hópar og búa til hóp og þá segjum bara eitt að búa til 3F ráðstefna og ég hef haft hann lokaðan þannig að fólk þurfi að biðja aðgang að hópnum. Það bara því að þannig vil ég hafa það. Þetta getur að vera hvernig sem Ég hafði hann opinn og fólk þarf samt að biðja aðgang. Þú hafði hann opinn og það þurfti samt að biðja aðgang? Já. Já, þú þurfti að tala það við hann Mark Zuckerberg. Nú, þannig ég bara að segja, ég ætlaði að láta að skrá sig sjálf en það ekki hægt. Nei, ætlaði að segja mig þannig að fólk þurfi samt að biðja aðgang. Það getur vel verið. Allavega, ég hef ég þarf náttúrulega að það þessi undarlegi galli, maður þarf að velja vin sinn til þess að vini til að sitja í hópinn. Þannig að ég ætla að níðast á Henning og setja hann í hópinn. Ég get svo bara hengt honum út af eftir ef hann hefur ekki áhugað í að vera í þessum hóp, en ef hann verið hérna. Þá þessi hópur orðinn til hérna. Nú svo mjög gott að fara í stillingar og setja upp hóp netfang. Ekki það að maður ætli endilega að styðja endilega við það að fólk sé að senda tölvuposta á hópinn, en það sem að gerist, ef við segjum þetta hérna, 3frstefna@groups.facebook.com það þýðir það að urlið hérna uppi, það verður miklu lesanlegra. Þannig að ef ég fer núna hér og svo aftur inn á hópinn hérna, það er ekki komið inn núna, en þetta ætti samt að virka svona hætti. 3F Já, þá kemst ég inn á hópinn þannig, það er svona aðeins betri user experience fyrir þetta. Svo þá er þetta hvernig var þetta, spjalla við hópinn, þá getur maður verið með bara svona chat og þetta nota ég heilmikið og kannski aðalega nemendur, þá sérstaklega 5 mínútur fyrir skil. Eða kannski daginn sem á að skila, þá koma þeir og senda hann einn spurningar og ég mjög gjarnan online og svara þá bara beint.
og svo náttúrulega bara að koma með athugasemdir hér. Við erum bara dæmi hérna, vegforritun 2012 sem áfangi sem ég með, að nemendur eru mjög duglegir við það að koma þarna með bæði spurningar, varðandi námsefnið og bara svona almenna pælingar. Bara hvað þeir sjá eitthvað áhugavert á netinu sem að er tengt efninu og þá henda þeir þetta inn. Það geta oft sprottið mjög líflegar umræður tengt þessu. Þannig að það er svona það helsta sem að ég hef notað Facebook í, það er bara til þess að búa til þarna lítið samfélag á netinu fyrir nemendur í áfanga. Ég hef sjálfur haft það þannig að ég bý svo bara til nýjan hóp þegar ég kenni áfangan næst, en það er að sjálfsögðu gæti alveg verið athugandi að búa bara til eitt hóp þar sem við bæti alltaf inn í nýjum nemendum, það er möguleiki. En þetta er svona í stuttu máli, það sem að ég hef verið að nota Facebook í, og eins og segir, nemendur eru mjög ánægðir með að Og þú ert með sérhóp fyrir hvern áfanga? Ég er með sérhóp fyrir hvern áfanga, já, nákvæmlega. Já, mér fannst bara svona athyglisvert þegar hann tala um þetta áðan, að veit bara svona einn hóp sem að safnaði í. Já, þetta er alltaf örugglega eitthvað sem fólk getur haft eins og það vill, þessi glemst. Það er bara einn hópur og allir geta, en ég hef svona frekar kosið að sé fókusera niður á áfangana sem ég er að kenna. Og dýrýta þeim svo eða? Hvað segir þú? Eyðir þeim? Nei, ég hef ekki verið að eyða hópum, en það hefur ekki reynt á þeim þá. Það eru hálft á síðan ég byrjaði á þessu. Og enda, þeir detta þá bara næst niður í röðina, þannig að það er ekkert stórmál þó þeir séu til áfram. Fleiri spurningar? Ég var aðeins að velta fyrir mig, eru nemendur almennt að nota þessi fyrirlestra? Þau eru langir? Já, eru nemendur að nota fyrirlestrana? Já, þeir eru alveg vissulega að gera það. Og eins og því, sérstaklega ef ég er að fjalla efni sem að þau verða að kíkja á aftur, það sem ég er að sýna þeim til dæmis ef að þið myndu vilja skoða hvernig fyrirlestur eftir til að sýna hvernig ég bjóð til hópinn, svona sem dæmi. Þau nota það í það, já. Og svona sem Það er ekkert minni mæting að þau eru að taka upp fyrirlestrana, hugsaðu þið eitthvað svoleiðis? Jú, er minni mæting? Jú, vissulega. Ég hef haldið fyrirlestur sem var einn mættur. Og fyrir mér, það er mér alveg sama. Og bara, ef að nemendur kjósa að koma, þá er það þeirra val, þetta er þjónusta sem það er boðið upp á. Ef ekki, þá er það ekki mitt mál. Ég lít svo á það. Nú ef að ég segi, nú langar mig að hafa tíma það sem eiga að vera umræður og svoleiðis, þá myndi ég gera það öðruvísi. Þá myndi ég ekki taka þau upp heldur, þá myndi ég bara labba út í sal og segja, nú fyrirfram, nú ætla ég að vera með tíma sem er umræður. Þannig að, en svo fyrir þetta fyrirlestrarform sem að má deila hvort það sé gáfulegt yfir höfuð, þá myndi ég segja að þetta sé eitthvað sem við ætlum að nota. Það er bara að taka upp hljóð núna, er það ekki synka sem hljóð og það sem er á skjánum? Jú, ég er að taka upp bæði hljóð og það sem er í gert á skjánum. Þannig að ef allt gengur upp að óskum, ef að tæknir er ekkert að stríða okkur, að þá, þegar þú horfir á fyrirlesturinn síðar, þá myndu geta bæði hlustað og hort á það sem er að gerast á skjánum. Hvaðan fórið þetta að nota það? Camtasia. Hvað sér þau? Camtasia að taka upp hvort sem? Camtasia að taka upp hvort sem, já. Meiri spurningar? Langar að koma með eina ábendingu varðandi Khan Academy sem að mér veist menntaheimur að hafa fyrir yfir að bara það er svo margar rannsóknir sem sýna það að þetta getur verið svo hættulegt vegna þess að þegar nemandi fer inn og skoðar efni mann heldur að hann hafi nokkur veginn á hreinu og fer svo að skoða að það byrjar að styðja undir það sem hann heldur þó hann hafi einhverja ranghugmyndir, það styrkir ranghugmyndir. Já. Og þetta er vandamál sem er að poppa upp og dálítið svona illa. Já, að nemendur þeir halda þeir þekki raun og veru ekki. Nei, og horfa svo á myndbanda sem að byrjaði að tala út frá þeirra þekkingu, já, herru, ég með það. Þetta er eins og ég helst þetta væri. Já. Og þeir bara restina fyrirlestunum þeir innum hann og út um þig. Og þetta er mjög gott tæki að mörg leyti en rosalega varhugavert líka. Já, það er náttúrulega bara eins og með öllum tól, við þurfum að nota þau. Já, erum við ekki að segja